Fjármálaráðherra hefur lagt áform álagningu kolefnisgjalds á stóriðju til hliðar. Ríkisstjórnin var í framhaldinu sökuð hringlandahátt í skattlagningu á Alþingi í dag. Frumvarp fjármálaráðherra að leggja kolefnisgjald á rafskaut í orkufrekum iðnaði vakti hörð viðbrögð í nýliðinni viku. Formaður Samtaka atvinnulífsins fullyrti að frumvarpið fæli í sér tvísköttun og væri til þess fallið að skerða samkeppnishæfi íslensk iðnaðar. Þá sagði forstjóri Elcam á Íslandi það gera út rekstur fyrirtækisins. Það var annað hljóð í forsvarsmönnum Samtaka atvinnulífsins í dag að loknum fundi með fjármálaráðherra. Á fundinum var tilkynnt að horfið yrði frá álagningu kolefnisgjalds á orkufrekan iðnað að sinni. Fjármálaráðuneytið lýsti því yfir og ráðherra að við myndum búa við sambærileg samkeppnisskilyrði hér á landi eins og gengur og gerist í Evrópu. Pétur segir það skapa óvissu fyrir iðnaðinn þegar hugmyndir sem þessar komu upp í stjórnkerfinu. Og hefði verið hægt að koma í veg fyrir með því að ræða málin aðeins á fyrri stigum. Málið var rætt á Alþingi í dag. Þar sakaði Birkir Jón Jónsson, þingmaður Framsóknarflokksins, ríkisstjórnina hringlandahátt í skattalagningu og vildi fá að vita framtíðar áform ríkisstjórnarinnar í þessum málum, það er að segja hvort horfið væri endanlega frá þessum sköttum eða þeim slegið á frest. Ég bauð upp á það á þessum fundi að ef við settum þessi mál í viðræðu farveg og færum yfir þetta skattalega umhverfi allt saman, þar með talið það sem í vændum varðandi losunarheimildirnar og hvernig það leggst á mismunandi aðila innan geirans, hvaða tekjur ríkið kemur til með að hafa út úr því á komandi árum og svo framvegis, að þá tækjum við gildistöku ákvæði þessara breikkunar kolefnisgjaldsins út